Ég kynntist honum þegar ég var 23 ára. Hann var mjög fyndinn og skemmtilegur og spennandi og ég var mjög fljót að vera ástfangin að honum. Alltaf af og til tek ég eftir einhverjum litlum hlutum sem að spáir ekkert endilega í af því að allir hinir hlutinu voru svo góðir. Ég var sérst að vinna á bar niður í bæ og hafi verið að hitta vin minn þar og hann vissi alveg því. Síðan byrjar hann að hringja í mig, lætur eins og muni ekkert eftir þessu og bara hvar ertu og akkur ertu ekki komin heim og kemur svo á barinn að því hann veit að ég er þar. Svo fer hann bara og næsir í drykk og kemur aftur og svo allt í einu er hann bara rokinn í burtu. Ég pæla ekkert mikið í því en fer samt að hringi í hann og spyr hann, þú veist, af hverju fórstu bara og þá segir hann, þú varst bara að hunsa mig. Þú veist að gera lítið úr mér. Ég er bara farin eitthvað annað að finna mér eitthvað aðra konu og þú ert ömuleg og skellir á. Hitt hann síðan aftur. Þá var hann bara að djóka, samkvæmt honum. Þetta var bara ég að vera dramatísk, ekki hann. Og svo þegar sambandið er búið að standa yfir í 1 ár, þá kemur svolítið svart tímabil. Hann dettur í þunglyndi, segir hann. Hann missir staðinn sem hann er að reka og verður atvinnulaus. Það var samt alltaf einhver veginn mér að kenna. Þá byrjar svona ofbeldið einhver veginn að gerast mest. Hann sem sagt hafði lengi verið að tala að honum langaði til þess að fara í þrísom. En ég sem sagt vildi þetta aldrei. En hann heldur áfram að suða og suða. Hann opnar aðgang á einkamál. Þar inni er hann að tala við, ég veit ekki hverja, en kemst að því seinna að hann sendir nektarmyndir af mér. Síðan atvikast það er eitt kvöldið, þá erum við úti á lífinu saman. Förum heim, ég er orðin mjög drukkin. Síðan bara förum við að sofa saman. Og svo allt í einu, áður en ég vissi af, þá bara kominn annar maður með, sem ég vissi ekkert af. Man ekkert hvernig hann leit út eða neitt. Hann bara birtist þarna. Ég sagði ekkert vinkonum mínum frá þessu eða neinum af því ég var ekkert stolt af þessu. Á þessum tíma er ég mikið að vinna af því ég er að sjá fyrir okkur báðum. Þá gerist það eitt kvöldið að hann hringir í mig þegar ég er í vinnunni. Ég svar ekki en ég sé síðan bara á símanum mínum að hann sé búinn að reyna að hringja í mig svona 25 sinnum. Hann hafði þess að óbeint og stundum beint að hóta því að fremja sjálfsmorð. Þannig að ég rík út úr vinnunni á þess að láta neinn vita, tek leigubíl heim, kem að honum heima þar sem hann er búinn að skera sig á háls, blóð út allt, tómur viskipeli á sturtubotnunum. Ég auðvitað bara hringi á sjúkrabíl og í kjölfarið er hann lagður inn á geðdeild í 2 daga. Málið var að hnífurinn sem hann notaði var brauðhnífur. Læknirinn segir hann hefði aldrei getað gert neitt. Þetta svona einkennir okkar samband. Ef þú gerir þetta ekki, þá mun ég gera eitthvað slæmt. Ég átti bestu vinkonu á þessum tíma og hún spyr mig bara beint út. Bara, Sara, ertu í ofbeldissambandi? Og ég náttúrulega bara fer beint í vörn, fer að verja hann. Ég var alltaf mjög dugleg í því. Hann kemst að þessu að hún hafi spurt. Þá lætur hann mig bara velja hvort að ég vilji vera með honum eða vera vinkona hennar. Ég hætti þá að tala við hana og ég var í mjög þéttum og góðum vinkonahóp og við töluðum saman allt. Smátt og smátt þá voru öll tengslin rofin við þær. Ég fann alltaf á mér þegar þessu slæmu dagar voru að koma. Hann var bara svona smá þungur, svo ágerðist það. Þetta sem gekk ekki vel, það var út af því að ég gerði það ekki nógu vel. Ég hugsaði oft eftir á og ég gat ekki eins og hugsað mér að vera í sama herbergi og hann þótt að hann væri ekki að segja neitt. Af því maður fann bara orkuna og svo endaði alltaf þetta tímabil á því að hann sprakk á mig. Kallaði mig öllum illum nöfnum. Ég væri heimsk og ljót og gæti ekki neitt og oft endaði það með að hann braut einhverja hluti eða fór eitthvað út á þess að láta vita hvað hann væri að fara að gera. Sem oft var að hann var að gefa í skyn að hann væri að fara að skaða sjálfan sig á einhvern hátt. Eftir hvert skipti baðst hann afsökunar
og ég var aftur komin í besta samband í heimi og svo hófst bara sama hringrás aftur. Var svo langt síðan að þetta nýja leiddi ekki til þess að ég vildi fara. Svo verð ég ólétt að dóttur okkar. Þá fer ofbeldið að verða alvarlegra og sprengjurnar verða stærri. Það var eitt atvik sem situr alltaf í mér. Rákum saman veisluþjónustufyrirtæki. Eftir að allir eru farnir, þá hellir hann sig yfir mig. Byrjar hann bara að hóta því að fara og hann vilja ekkert með þetta barn hafa og á meðan hann er að ausa yfir mig þessum ljótu orðum, þá heldur hann á exi. Er að skemma veisluþjónustu græjunar okkar og svo kemur lögreglan. En þarna svona áttaði mig svolítið á þessu að þetta var náttúrulega ekki í lagi. Ég samt segi lögreglan að fara og bara afsaka hann og bý til einhverja aðra sögu. Að því á þessa tímabili þá var ég í svo viðkvæmri stöðu. 1,5 mánuður ég átti að fæða barnið. Ég læt þetta slæta en eina ferðina. Þegar stelpan okkar fæðist, þá verða sveiflunar aftur. Ná hámarki þegar við förum með dóttur okkar til Íslands. Þannig þá man ég alltaf eftir því að hinn barnsmóðir hans sendi mér SMS og hún sagði: lífið á að vera gott og fallegt, sambönd eigi ekki að vera erfið. Það er fólk til staðar fyrir þig hvenar sem þú ert tilbúin. Ég fékk alveg hnút í magan en svo bara eyddi ég skilaboðunum og reyndi aftur. Það var of erfitt að horfast í augun við sannleikann. Í lokin á sambandinu þá var ég orðin alveg lömuð tilfinningalega séð. Ég fann ekkert fyrir gleði, ekki fyrir sorg. Hann kom með einhverja hugmynd, einhver fyrirtæki, einhver sem átti að vera bara næsta stóra tækifærið og venjulega hefði ég farið að fríka út og bara svona nei, hvernig á þetta ganga upp og við höfum ekkert pening fyrir þessu. En mér var bara alveg sama. Ég var bara ok, já, taka lán fyrir margar milljónir, já. Ég tók alltaf lánin, hann neyddi mig alltaf til þess og ég var í mörg ár að borga þetta allt upp. Eftir að mér tókst að fara þá hafði ég samband við fyrrverandi konun hans sem var alveg ótrúlegt því að hann hafði eytt miklu púðri í að láta mig halda að hún væri klikkuð og hún væri svona og hinsegin alveg frá fyrsta degi. Samt var hann byrjar þannig að undirbúa einhvers konar legavef svo allt saman gengi upp. Ég vil skila því til ykkar eða þín. Lífið er miklu betra þegar maður er komin úr ofbeldissambandinu og það er fullt af fólki sem er tilbúið til að taka á móti þér og hjálpa þér. Svo vil ég líka segja við fólk sem eru aðstandendur, ekki leyfa ofbeldismanninum að einangra ástvin ykkar. Haldi áfram að hringja og haldi áfram að senda skilaboð og haldi áfram að minna viðkomandi á að þú sért alltaf þarna til staðar þegar þau vilja. Vegna þess að þegar maður er í ofbeldissambandi þá líður manni svolítið eins og maður sé einn í heiminum og þegar maður kemur út að þá vilji enginn tala við mann. Þannig að það er mikilvægt að láta þolanda vita að svo sé ekki.